Fundi er fram haldið og hér á eftir að ganga frá bókunum. Við biðjum borgarfulltrúum að koma hér upp og gera grein fyrir bókunum. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ætla að gera grein fyrir bókun vegna loftslagsmála, ekki satt? Borgarfulltrúar Áslaug María Friðriksdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, borgarfulltrúar, ég lesi upp bókun okkar sjálfstæðismanna undir fyrsta lið. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík fagna Parísarsamkomulaginu og telja að Reykjavíkurborg geti lagt mikið af mörkum með aðgerðum sem styðja við markmið þess. Framundan er vinna við að kortleggja hvernig má draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, auka orkuskilvirkni, draga úr útblæstri og vinna enn frekari notkun endurnýjanlegra orkugjafa og í framhaldi af því að finna leiðir til umbóta. Mikilvægt er að borgarstjórn öll vinni markvisst að því. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur gert grein fyrir bókunum loftslagsmál. Eru fleiri bókanir sem að koma frá borgarfulltrúum Sjálfstæðismanna? Svo er ekki, þá er það borgarfulltrúar Framsóknar og flugvallarvinna sem gera grein fyrir bókunum hér. Forseti, kæra borgarstjórn, ég geri grein fyrir bókun Framsóknar og flugvallarvinna undir lið, var það lið 4 eða 5, ég er svolítið ruggluð sem er stokkalausnunar. 4 á útsendri dagskrá. Nei, 3 á útsendri dagskrá. 3 á útsendri dagskrá og bókun hljómar svona, stutt og laggott, aldrei svo vant. Eðlilegt er að auk stokkalausnar verði aðrir kostir skoðaðir og framkvæmdin metin út frá fjárhagslegum, umhverfislegum og samfélagslegum forsendum og ávinningi. Og svo er það bókun undir fundargerð borgarráðs frá 10. desember, 15. lið, það er að segja skipholt 70. Framsóknar flugvallarvinir vilja fjölga litlum íbúðum enda er skortur á þeim. Hins vegar er ljóst að andstaðan í nágrenninu er mikil aðallega vegna skorts á bílastæðum við húsið og hafa þeir sem sækja þjónustu á skipholti 70 lagt í bílastæði hjá innkeyrslur á nærliggjandi lóðum í óþökk þeirra sem þar búa og telja þeir að með 26 íbúðum í húsið muni verða algjört öngþveiti í bílastæðamálum. Með þéttingu byggðar koma upp slík vandamál og ekki liggur fyrir hvernig þau verða leyst en slík vandamál eiga ekki að lenda á nágrennum. Takk. Borgarfulltrúi Greta Björg Egilsdóttir hefur lokið við að gera grein fyrir bókunum Framsóknar og flugvallarvinna. Hafa allar bókanir Framsóknar og flugvallarvinna verið lesnar upp þá? Þannig að þá er komið að háttvirtum borgarstjóra að gera grein fyrir bókun fjórða lið á útsendri dagskrá. Já, bókunin hljóðar svo, tillaga að fella niður fyrsta fundi á forseti á getur borgarfulltrúar. Tillaga að fella niður fyrsta fundi ársins byggir á langri hefð, enda að gefa hátíðarnar lítinn tíma eða svigrúm til undirbúnings borgarstjórnar fundar. Það náðist ekki sátt að þessu sinni og verður fundurinn því haldinn samkvæmt áætlun. Og mér langar að bæta við að lokum að ég óska borgarfulltrúum gleðilegra jóla sem á öllum öðrum borgurum, landsmönnum, heimsmönnum og vona að þið hafið eigið ánægjulegar stundir yfir hátíðarnar. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið við að gera grein fyrir bókun. Þá hefur verið gerð grein fyrir öllum þeim bókunum sem liggja fyrir fundinum. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Áður en að ég slít fundi vil ég óska borgarstjórn og borgarbúum gleðilegra jóla og hlakka til að sjá ykkur hér aftur á nýju ári. Fundi er slitið klukkan 18:02.